hérna hópi. Hvað nú? Nei, ég get ekki, verða að halda áfram með þáttinn. Ég verða að halda á. Komdu það bara snjókast. Komdu dengsi minn. Komdu bara. Bjótt. Hemmi. Já. Ég ekki Hemmi minn. Já, þetta allt í lagi. Aðeins bara, ég var nefnilega að horfa á sko, þegar ég sá í skermirinum, Já, skerminum. Alltaf gaman á mannakotnum maður. Já, þeir eru skemmtilegir. Þeir eru það, strákarnir, skemmtilegir. Mér finnst það gaman að hann sko honum þarna haustana hérna. Já, Pálma og Magnúsi. Já, Magnúsi, þeir eru gaman að þegar hann er að spila um Íkonlæsurinn. Þetta er gítar. Hann er svo flinkast þess að á Íkonlæsurinn. Þetta er gítar. Hæ? Þetta er gítar sem hann spilaði á. Jæja, minn. Þú ert alltaf í boltanum með ekki? Jú, svona á og til. Svona bara gengur ekki vel. Jú. Heyrðu, það var nú ekki út af því sem ég kom sko, aðrað sko. Jú. Ég sá hann fram í hann Róbert. Já, það er einmitt næsta atrið, við ætlum að... Er það ekki næsta atrið? Já! Róbert Arfinsson. Hæ? Róbert Arfinsson. Við ætlum að taka fyrir, svona við tökum fyrir merkan atburð fyrir ára. Merkan atburð, já. Við ætlum að segja frá vígslu Þjóðleikhússins 1950, 20. apríl. Já, ætlar hann að segja? Já, hann spjallar. Já, það... Þú alveg geta spurt mig að því Hemmi, ég veit næstum það Hemmi minn. Þú alveg geta spurt mig Hemmi minn. Nú, hvað stendur að því? Það þetta ekki mót dýrt, kostar... Nei, ég var svo mikið þarna í Þjóðleikhúsinu, sko, ég með vígsluna þetta, ég sá alveg hana, Hemmi. Vígsluna? Já, ég sá hana, ég hélt vígsluræðun og allt þarna niður frá, sko. Nei, þessi minn, það var allt annar maður sem var flutt í ræðuna. Já, sem flutt hana, já. Ég skrifaði hana Hemmi, það var ég sem skrifaði hana, sko, ég var svo mikið inn í Þjóðleikhúsinu á þessum árum, sko, svona hjálpaði til og svona, þú veist, laga ljósin og svona, þeir voru alveg nýir í þessu strákarnir, sko, kunni ekki á þetta, svona, og svo var ég, Já, lagaði bollinu. Svo skrifaði ég öll leikritin hana, sko, fyrstu leikritin þarna, eins og Fjalla-Eyvind og það allt saman, sko, það var svo Dengsi, þú skrifaðir ekki Fjalla-Eyvind, ég veit það. Sagði ég Fjalla-Eyvind? Já. Já, nei. Ég skrifaði Fjallakofan. Já, skrifaði þú Fjallakofan? Já, það var ég sem skrifaði Fjallakofan. Já, við leikum með þessi, ég og Róbert, svo mikið. Aðar hlutverkin, svo mikið. Þú þekkjur það Róbert? Já, ég þekki Rómi, þekki hann vel. Ég passaði alltaf Róbert þegar hann var lítill. Dengsi, Daniel minn. Sko, Róbert er miklu eldri heldur en þú, þannig að þú getur ekkert að passað hann. Jæja, minn. Veturinn skollin á bara? Já, hann er skollin á. Það er kallt úti. Farðu bara fram og segðu strákunum að setja þetta í gang með Róbert. Ég geri það bara, bara láta að setja það í gang. Veifaðu dagmæðurunum. Þetta eru dagmæður. Nú er þetta dagmæður? Já. Já, sniðu. Hvað gerir þið þá á nóttinni? Dengsi, náðu þetta fram. Ég bara næði. Já.